FM 95 Bjö heilsar ykkur á þessum fallega föstudegi. Björn Bragi er kominn í stúdíóið og með mér er Kristján Sturla. Velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Heyrist eitthvað lítið í mæknuðinu með það? Já, kveikt á hana? Já, ég bara veit ekki. Býtur, ég ætla að finna þér nótur þessu. Ég er náttúrulega svo hræðilegur á takkana, þannig að ég ætla bara að smella á fyrsta laginu á meðan ég laga hérna mækinn þinn. En við erum allavega með feitan þátt í vændum, verðum með ykkur til klukkan 6 en þetta er besta lagið til að starta þessi dag. Þetta er þetta sigurlagið úr Eurovision í ár, Euphoria. En það voru smá byrjunar örðuleikar aðan, en nú ertu komin inn til mín, Kristján, eða það ekki? Jú. Byrju, heyrum við ekki þér? Nei, ég heyr ekki heldur í þér. Þetta er eitthvað leiðilega græður hérna. En núna ertu komin. Já, núna, heyrðu. Hvað er gott að heyra röddina. Þarna ertu. Herðu, þú ert komin hérna í 4. skipti í vikunni og varst reyndar í frí í gær. Hvað gerir í gær? Heyrðu, í gær fór ég bara í sund og eitthvað. Já, bara taka þér rólega. Já, svona aðeins að hlaða batterín. Síðasti sóladagurinn í smá tíma allavega samkvæmt veðrinu. Það er samt lít úti, sko. Já. Og ég held að kannski svona, sumum finnst bara fínt að skíða og lít. Mér finnst það allavega mjög fínt þegar maður er að vinna inni, sko. Þá, þú veist, annars fær maður þetta sólviskubitt, sko. Þú veist, maður fær samviskubitt yfir að vera ekki út í sólinni að tala. Já, einmitt. Það er rosalega óþægilegt, sko. Ég mann þegar maður er að vinna, þú veist, skilu, ef maður er að vinna bara snemmi morgun og alveg fram að kvöldmat, sko. Og það er sól úti allan daginn, það er alveg það hræðilegast sem ég veit sko. Já, það er svolítið eins og að segja einhver svona úti hérna með gluggann, þú svona sem hristir svona hausinn svona. Já, þú átt ekki að vera inni, þú átt að vera úti kallinn. Þá veit maður bara frekar vinna bara yfir nóttina, sko, svo maður getur verið úti í sólinni. Já, ég veit það. Það er svona eins og fólk sem er á Malbik og svona, vinnur það ekki ofta á... Jú, þeir vinna á nótt. Já, en þeir líka, sko, svo vinna þeir úti, fattaru, og geta rifis úr ofan. Já, reyndar. Það eru þeir sem eru með besta tanið eftir sumarið, sko. Já. Þeir sem eru búin að vera á kassanum á Malbik allt sumarið, sko. En hvernig, svona, svo er helgi núna maður, vikan á enda. Já, það er föstudagur. Já, það er ekki amalegt. Og það er sannkallað föstudagsþáttur hjá okkur. Já. Við erum með 2 góða gestir sem koma hérna eftir. Við skulum bara kynnast þeim þegar þeir koma. Og við ætlum að fara í feel-good lagakeppni. Herri, já, ég þarf aðeins að hugsa lag. Já, í gær vorum við, sko, það er svo skemmtilegt að vera svona lagakeppni. Í gær vorum við Hjöppi í hefðbundinni góðu lagakeppni, sko. En við ætlum að fara í feel-good lagakeppni. Það er svona lag sem kemur manni í, sko, maður svona einhvern veginn, maður líður vel þegar maður heyrir það. Og maður svona einhvern veginn svona, já, ok, já, þú veist. Þú vilt bara setja blæjuna niður og keyra bara út í, þú veist. Já. Setjum sorgleirun bara á... Út í móa. Sem örgulega margir að gera núna, margir á leiðinni jafnvel út úr bænum og svona. Já, nákvæmlega. Ert þú búinn að fara eitthvað út úr bænum í sumar? Nei, nefnilega ekki, sko. Og mér langar mikið til þess. Hvert langar að fara? Mér langar bara að fara eitthvað út á land, sko. Ég var jafnvel að spája að taka bara tjald og fá einhvern vinn minn með mér, einhverja nokkra. Hvað finnst þér og tjald einhvers staðar. Hvað finnst þér þú þurfa að fara langt út fyrir borgina til þess að vera komin út á land? Þú veist, þú getur ekki farið bara eitthvað á Akranes eða Keflavík eða Selfoss, sko. Nei, maður þarf að fara, það er þessi mörk, sko, maður þarf að fara, er þetta ekki svona 1,5 tími? Já, þá ertu komin út fyrir höfuðborgina. Það er maður komin út fyrir, en sem, maður er raun og eiginlega ekki komin fyrir maður búin að keyra svona 3-4 tíma. Já. Þá er maður virkilega komin út á land. Og helst inn í mitt Ísland. Já. Bara inn í Öræfi. Ætti maður kannski að stefna þangað, vera í miðjuna? Já, ég veit ekki, er það eitthvað, þú veist, Hvað ætla að sé þar? Fer fólk eitthvað þangað? Ég veit ekki, mér var svolítið gaman að vera að það væri eitthvað hús þar eða eitthvað svona turn, risastór turn sem væri svona eitthvað in the middle of Iceland. Eitthvað draugadæmi? Jafnvel. Nákvæmlega. Heyrðu, það er feitur þáttur framöndan. Þetta lag er mjög vinsælt þessar myndir. Þú ert mín, þetta er íslenskt á Valdimar og Helgi Júlíus. Mín heitir þetta lag í FM 95 Björn Bragi og Kristján með ykkur til klukkan 6. Kristján, ég var að sjá að hann Harrison Ford vinnur okkar, leikari, og Íslandsvinnur. Hann á afmæli í dag. Já, á hann afmæli í dag? Já. Vá. Hann er 70. Í alvörunni? Já. Hann er 70? Já, pældi því. Ég verð alltaf svolítið svona hryggur þegar ég heyri svona... Þú veist, aldurinn er þetta bara partur af lífinu og allt svoleiðis, en... Já. Eins og Harrison Ford fyrir mér, sko... Hann var náttúrulega bara hetjan mín, sko. Já, og hann náttúrulega hann er ennþá að leika bara svona, þú veist, reiða fjölskyldufaðirinn sem að þarf að svona seek revenge eða eitthvað svona eða eitthvað líka. Hann er svolítið í því, sko. En hann náttúrulega, Indiana Jones og allir þessar myndir. Já. Og maður er svolítið sorglegt svona... En það eru náttúrulega allar orðnar alveg hvað, 30 ára gamlar eða eitthvað. Já, reyndar. Já, en þetta er svolítið magna, sko, hann ber sér samt ríkalega vel, sko. Hann er náttúrulega orðið svolítið lúinn svona. Já, en 70.
Það alveg, þú veist. Það gefur líka bara að segja okkur bara, ég meina, allt 70 verð. Það. En svo, þú veist, þessi gæjar, ég meina eins og, skilur, Al Pacino, þú veist, hann líka Robert De Niro. Kringum 70. Og Jack Nicholson, 75 ára. Richard Gere, maður, 62. Vá. Hann var nú bara heitasti fólinn hérna fyrir nokkrum árum. Já. En þeir eru það sem Sean Connery, til dæmis. Skráðu þig á heimasíðu FM. Sumarleikur FM 957. Þú færð eftirréttina frá Hamborgarafabrikunni í Hagkaup. Gulrótarkakan, fabrikuísinn og hinn eina sanna skýrterta fabrikunar. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Frá höfundi Family Guy kemur gammamyndin Ted. Please ask Ted to move out so we can move on with our lives. Mark Wahlberg, Seth MacFarlane og Mila Kunis í aðalhlutverkum. He's been my best friend since I was 8. You're no longer 8. Myndin fór beint á toppinn í Bandaríkjunum. Ted, komin í bíó. Spurning dagsins. Hvað það sem rosalega gott en samt engin hvítur sykur, engin gerfisæta, næstum engin fita og ekki nema 62 hitaeiningar í hverjum 100 grömmum? Svarið Jóker. Áttaviltir elska iPad. Epli lögum við 182 og Smáralind. Milli klukkan 10 og 12 í kvöld býður Hamborgarafabrikan upp á sérvalda drykki á sérvöldu verði. Þessi drykki munu gera þig að óökuhæfum bílstjóra og akkurat þess vegna skutluðu þeir fritt niður í bæ. Hamborgarafabrikan. Vertu ekki að keyra þetta. Pepsi Max og Tuborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið yndislegt. 957. Já, þessum að voru að hlusta hérna rétt á hann, þá veit ég ekki alveg hvað var í gangi. Það fór bara eitthvað sjónvarpstæki hérna í botn. Þetta var að vera mjög undarleg byrjun á þætti. Sko, það náttúrulega föstudagurinn 13. í dag. Já, það rétt. Sem að gæti útskýrt þetta, sko. Sem að, þú veist, gæti engin mækur í byrjun. Já, mækur og rónendur í byrjun, hérna fór sjónvarpstæki allt inn í botn. Allt inn í gang, sko. Það var engin hérna. Ég hins vegar ekkert sérstaklega hjátrúarfullur og ég vil meina að hér sé hefnd að ræða. Af því ég sé allavega, sko, hérna vefmyndavélin sem fyrir aftan þig, Kristján, hún í gangi. Já. Og það engin tilviljun, þú veist, í gær vorum við að velja Rikka G. útvarpsmann, verst klædda Íslendinginn. Við erum búin að vera svolítið vondið við hann, sko. Já, ég skil hann. Hann sé svona... Hann sór þess eyða hefna sín, sko. Nú, og ég veit ekki hvort að hann að gera það núna með því að... Það er miðri hefnd. Já, það getur verið, sko. Mér líður smá eins og ég sé hérna í myndinni Saw þegar hann vaknaði hlekkjaður. Það var bara... You need to wake up. Já. You wanna play a game. Já. En það hérna... Já, ok, maður er svo stressaður, maður veit ekki hvað gerist næst. Mér er samt þægilegt að búast við einhverju slæmi núna, því að sko, ég er svo, eins og þú veist, ég er svo tæknihræddur. Ég er mjög hræddur með þetta takabólina við frá mig. Það er mjög fyndið að fylgjast með þér á það, þegar þetta fór í gang þá bara svona horfður á, starður bara á allt í kringu og veist bara svona ekkert hvað var í gangi. Ég vissi það ekki heldur, sko. Nei, ég veit það, því að það var bara fór allt í gangi það fór alveg bara í botn við hliðina á mér, þannig að ég bara gæti ekki annað en bara setja á auglýsingar, sko. Það var bara afsakið hlé hjá okkur. Já. En ert þú hjátrúarfullur? Þú veist, ég segist ekki vera en svo þegar kannski öll á botnin hvolft, eða svona þegar allt kemur til alls, þá er maður alveg stundum svona mér mjög óþægilegt að brjóta speil. Já, nákvæmlega. Og lappa út í stiga, það er eitthvað svona gamalt. Já, nú er Yngvi Eysteins sem komir hérna. Yngvi, sástu, heyrðu hvað gerist? Nei, hvað gerist hjá okkur? Það fór bara allt í gang hérna, sko. Ég er að veltaði fyrir mig hvort þetta sé... Sjónvarp hérna bara. Já, sjónvarpi bara fyrir það fór fullt og bara allt bara í mauk hérna, sko. Já. Ég er að veltaði fyrir mig hvort það er Rikki og mögulega þið séð að vera vonduð með því að ég var að velja Rikka vestklædda Íslendinginn í gæri eða hvort það sé bara föstudaginn 13. Þetta er mjög líklegt að Rikki hafi sett puttan í þetta, sko. Er ekki, svo er líka kveikt hérna myndavél hérna fyrir ofan okkur. Hvernig gæti hann Þetta er beintengnir í sporthús, hann er bara á hlaupabrettinu núna bara. Hvað er hvatningunum frá ykkur? Já, ég veit ekki. En hvernig gæti hann planað þetta með sjónvarpið? Það þarf alveg svona einhvern verkfræðing í það. Já, Rikki er ekki svo skarpast í skúffunni, sko. Hann pantaði svona 5 kilometra svona fjastýring á thinkgeek.com og hann er bara einhvers staðar að stýra þessu. Þetta var allavega, ef þú hefði náð mynd af svipnúmer komið brá að hann, þá væri hægt að selja hann á einhvern pening, sko. En, Ingu, erum við ekki að fara í sumarleikin hérna rétt á eftir? Uppáhaldið mitt. Right. Fyrst tökum við eitt lag. Það eru eflaust flestir farnir að dansa þegar þessir tónar heyrast, en það er komið að því sem er jafnskemmtilegt að dansa, Kristján. Já, það er rétt. Já, það er sumarleikur. Sumarleikurinn. Hlusta á partíi núna.
Sumarleikur FM 957. Já, það held ég nú, það er komið að sumarleiknum. Þá hringjum við í einhvern og ef hann svarar með réttu setningunni þá fær hann flottan vinning. Yngvi, hvað er þetta vinning? Herru, það er riverraftingfærið fyrir 2 hjá Arctic Rafting. Já, það er ekkert annað. Herru, og... Fínt að fá það svona rétt fyrir helgina. Ég var alveg til að fara rafting helgina, sko. Já, nákvæmlega. Og setningin, ný setning, og hún er kalt og ringlað krækiber í helvíti. Þetta er skemmtileg setning. Þetta er alls ekkert djúp setning. Nei. Þannig að manneskjan sem að fær símtal núna þarf að svara kalt og ringlað krækiber í helvíti. Kalt og ringlað krækiber í helvíti? Já. Ok. Hvernig erum við að fara að hringi? Hún er Bryndís. Bryndís. Bryndís þarf að segja kalt og ringlað krækiber í helvíti og þá fer hún í rafting fyrir 2. Skiptir Bryndís svara? Bryndís. Þetta gekk ekki upp, sko. Þú ættir að segja kalt og ringlað krækiber í helvíti. Þetta er ekki hægt, sko. Bryndís. Ertu ekki að hlusta? Jú. Hvar er metnaðurinn? Herru, ég veit að ég var bara eitthvað lág. Já. Herru, þetta gengur betur næst, en þú fer aftur í potinn. Herru, ok. Takk fyrir þetta. Svaraðu rétt. Sumarleikur FM 957. Alla virka daga frá 7 til 6 á FM 957. Þetta er sólskinn og á svona mátulega vel við í dag. Það er allavega hlýtt úti þó að það sé kannski skýjað. Hver veit að sólinn komi þegar þetta lag er spilað? Já, það er nú aldrei að vita kallið minn. Já. En heyrðu, nú er hann Steven, vinnur okkar Tyler, hættur í Idolinu. Æ, blessaður. Blessuð sé minning hans. Hættur í Idolinu. Hann var nú kominn hérna árina svolítið aldraður. Já, hann er ekki að detta í 70 eða? Jú, örgulega, eitthvað svo leys. Allavega komin vel yfir 60. Það er svona vel skorpinn, en það truflaði ekki píurnar sem að voru að keppa í þáttunum, sko, í að bæra alveg vitlausar í hann. Nei, náttúrulega. Það er alveg brjálæri, en ert þú mikill Idol-aðdáandi? Sko, ég byrjaði í síðasta Idol var, þá byrjaði ég svona að fylgjast mjög samskipsamlega með öllum þáttunum. Já, núna þegar Tylerinn var? Já, þegar Tylerinn var. Okay. Svo bara einhvern veginn datt ég hans út, sko. Og það var svolítið erfitt að komast aftur inn og... Já. Ég bara, þetta er svo mikið af þáttum, sko. Ég er nefnilega, sko, ég hef bara hort á eina American Idol seríu. Það var þegar Adam Lambert var. Þá svona datt ég inn í það því að mér fannst hann svo skemmtilegu keppandi. Þó ég reyndar kannski fíla hann ekkert sérstaklega eftir Idolið. En hann var svona geggjaður söngvari og svona, og þú veist, ég held eitthvað með honum. En svo einhvern veginn kláraðist svo seríu og maður eitthvað, ok, horfði á fyrsta þáttinn í næstu seríu. En þá er þetta bara, þetta er svolítið alltaf sama, sko. Nýtt fólk í sömu aðstæðum, sko. Ég er alveg sammála því, þetta er einhvern veginn svona, það var smá entertaining, sko. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega sjúklega vinsælt sjónvarpsefni, þannig að þeir eru að gera eitthvað rétt, sko. Þó maður kannski hafi ekki sjálfur húkast á þetta. En þetta er alveg skemmtilegt, gaman að fylgjast með þessu, sérstaklega að maður heldur með einhverjum einum, sko. Já, nákvæmlega. Það er svolítið eins og bara að horfa á, fótboltaleika eða eitthvað. Já, algjörlega. En nú þegar Steven Tyler er hættur og svo verður að tala um að J.Lo sé líka hætta mögulega, sko. Þannig að þá þurfa að replacea 2 dómara, sko. Það verður að tala um að Charlie Sheen verði kannski einn af þeim. Það væri skemmtilegt. Það er mjög gott, sko. Svo er náttúrulega að vera eitthvað svona nöfnir svo Mariah Carey og eitthvað svona verið nefnt, sko. Ég sá reyndar að Lenny Kravitz ætlar ekki að vera. Já, var honum boðið að vera það? Já, það var að tala um það, sko. Já. Hann sagði bara nei. Hann sagði bara no. Whatever you say. Nei, hvernig áttu leið með honum? Ég man ekki. See you again. En sko samt sko, maður myndi held ég horfa á allir, þegar íslenska Idolið var, þá horfði maður alveg vilt á þetta, sko. Já. Þegar þá svona kannast maður við einhver og maður eitthvað eitthvað svona. Hvað er hann? Hvað þykist þessi vera? Þú er aldrei pælt í að smetla í Idolið? Nei, þegar það var. Nei, mér datt það aldrei í hug. En þú sjálfur, þú er nú lungin söngvari. Já, nei, ég held ég myndi ekki púla það, sko. Nei, einmitt. Ja, og þó, maður veit það ekki, sko. Nei, þú þarfst að vera svona, með ákveðna eiginleika. Já, maður veit aldrei, maður veit aldrei hvað er að leita þetta. Nei, en heldur að vera hægt að senda íslenskan söngvara út til að taka þátt í Idolinu? Til dæmis Jón vinn okkar. Já. Hann var nú fína ensku og fantagóður söngvari. Heldur að hann geti farið út og keppt í Idolinu? Já, ég held að hann geti alveg komist langt, sko. Já. Jafnvel unnið. Já. Það er eitt strákur þarna sem fór í X-Factor, eða ekki? Ég man ekki. Nei, ok. Nei. En ætlum við að fá örstuð skilaboð og höldum áfram með frábæra dagskrá, góða gesti og feel good lagakeppni. Feel good.
Tónlist.is gamanferðir WOW og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráði í pröfuáskrift á Tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Ef þú ert heppinn er þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og má bjóða einum með þér. Hversu magnað er það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is gamanferðir WOW og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. Veldu þér 2 vikna tímabil í sumar inn á orkan.is og vertu á 7 króna afslætti allan tíman með orkulyklinum. Þannig verður hann orkulykillinn að ódýrara ferðasumri. Orkan. Með þolinmæðin að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. Mesta Wonderweb frá Lee Stafford fyrir rokkað óstöðugt og geggjað ár. Lee Stafford hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. Upplifðu Íslands öðruvísi í sumar. Bókaðu þitt sumarandri strax á rafting.is. Arctic Rafting. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hún þarf ekki lengur að velja bara 1-2 bækur með í sumafríð. Taktu bókasafnið með og veldu svo. Fáðu þér iPad. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. 12 mismunandi bragðtegundir á Jójó-ís, Nýbýlavegi og Snorrabraut. Jójó, ferskur jógúrtur. FM 95 blöð. Á FM 95. This is Love heitir þetta lag með will.i.am og Evu Simmons. Þetta er uppáhaldslagið hans Kristján Sturlu í dag, er það ekki rétt? Já, mér finnst það fínt lag, sko. Ég skemmt þetta lag. Það er einhver fílingur í þessu lagi, sko. Já, þetta er bara ást, eins og titillinn gefur til kynna. Herri, ég var að lesa skemmtilega frétt, af því að við höfum gaman af góðum uppátækjum. Já. Þessi kemur frá Bandaríkjunum, eins og svo margar skemmtilega fréttir. Ótrúlegu staður. Herri, það var maður sem að dó núna fyrir viku síðan. Hann var nú ekki nema 30, en hann sem sagt átti sér þá ósk þegar hann dó, að fjölskyldan hans myndi fara á einhvern veitingastað og gefa einhverju gengilbeinu þjórfé upp á $500. Ok. Svona, svolítið sérstætt, ég veit ekki alveg okkur þetta er það sem hann, það síðasta sem hann vildi gera, sko. Bara einhverju? Já, bara einhverju random píu, sko. Og þetta sem sagt átti sér stað í Kentucky fylki. Og fjölskyldan gerði það, fór á pizzastað og svo voru hún búin að fá afgreiðslu og svo framvegis og var að fara að borga og afhendi þarna þjónustustúlkunni $500 þjórfé, sem er, þú veist, hvað er þetta ekki, einhver 75 skall? Þetta er jú eitthvað svo leik. 70 skall, slatti. Og tók þetta síðan alltaf upp á myndband sem er þetta svolítið sérstætt, það er að horfa á þetta myndband á YouTube, sko. En þetta er svona... Allt tekið upp á myndband í dag. Já, það er allt komið á YouTube, en hún alltaf var alveg í sjokki, sko. Reyndar, sko, þú veist, þetta er svolítið látið lítið út eins og þau hafi verið að gefa henni, sko, 10 milljónir í þjórfé, sko. Þú veist, þetta er svona skrítið þessi frétt að vera aðall í Íslands. En samt skemmtilegt og þetta er flott góðverk á manninu sem er greinilega góðhjartaður og bara með þetta athyglisvert að gera þetta, sko. Já, þetta er svolítið skemmtilegt, sko. Að menn skuli, sko, vera með svona eitthvað Dying wish, sko. Já, og það sé líka eitthvað svona. Ég vil að þú gefir hérna. Hvað er fyrsta sem þetta eftir í huga ef þú ættir eina dying wish núna? Að bara gefa... Ef að herbyggja er fyllast af vatni hérna og þú voru að drukna, er eitthvað sem ég á að gera fyrir þig? Já, bara gefðu öllum sem ég þekki og allt sem ég... Allt sem átt, þetta er ömurlegt. Já, ég er ekki með neitt svona, ég þarf að hugsa þetta eins, sko. Þetta er bara að segja það mamma, ég elska hana. Já, þú veist, ég fæli að fara að ganga alltaf bara með svona blað í rassvasanum sem geti alltaf bara svona rétt og það er bara að þú segði mamma og pappa ég elska þau og sískin mínum og vinum mínum og gefðu honum þetta hérna. En þá er eins gott að þetta lendi í höndunum á einhverjum sem að sko nennir þessu. Þú veist, ekki bara einhver sem er ok, ekkert mál. Þess að maður passa sig að vera alltaf með einhver sem spurja jafnvel fólk áður. Nú er ég bara að segja, ef ég myndi deyja núna. Ef þessi lyfta sem við erum í, ég veit þetta ekki hverju neitt, ef þessi lyfta er að fara að hrapa, væru þið til í eitthvað svona? Væru þið mögulega til í, og ef fólk segja nei, þá er ég tek næstu lyftu. Já. Ég ætla ekki með ykkur,
En hver væri deyjandi ósk þín? Það væri bara að segja eitthvað svona, þú veist, við fjölskyldunum mína, þú veist. Ég myndi ekkert biðja neitt. En það er svolítið flott að hafa eitthvað eitt svona sem svona eitthvað, það er gamall maður sem býr, ekki gamall, hann alltaf að deyja kannski. Farðu á veitingastað og gefðu þjórfé upp á 70 skall. Og það er bara af því að, og svo deyr hann. Já, það er svolítið skrítið. Já, það er svolítið skrítið að hann hafi ekki bara gert þetta sjálfur líka, áður en hann dó. Kannski áttar ekki 70 skall. En talandi um þjórfé, þú veist, er það, hérna, þú komið til Bandaríkjanna, ólíkt mér, og þar ertu að tipsa út um allt. Já, þar verður maður að tipsa bara. Annars hvað? Ég hef oft pælt í því, ég hef aldrei þórað að taka áhættuna á því, sko. Nei. En þetta er einhver regla, eitthvað svona, tegur nú 10-15% af, eitthvað. Og það er eins og Sigurjón M. Eilsson, og svo, en ef maður gefur ekki tips, sko, þá fær maður eitthvað rosalega illt auga í fyrsta lagi. Já. Og það er eitthvað svona, ég held sem bara slæmt karma og eitthvað, sko. Já, þetta er bara svona óskrifur regla. Já, þetta er svona óskrifur regla. En af hverju hefur þetta ekki aðdátt til Íslands? Ég nefnilega oft velti fyrir mér. Já. Hvort, sko, maður hugsar, hvernig myndi Ísland vera? Væri þjónustan betri kannski, skilur? Menn hafa stundum kvartað yfir, þú veist, við myndum vilja hafa betri þjónustu á einhverjum veitingustöðum, skilur? Já, sko, gallinn sá úti, ég hef sagt þetta svona eitthvað, hvað var ekki þjónustu betri, þá segja, sko, gallinn úti það sá að, þú veist, þetta er einhver prósent af upphæðinni, heldar upphæðinni í lokinni yfirleitt. Já. Þannig að þau reyna alltaf að selja eins mikið og getur, þú veist bara, má ekki byrja á fordrykkjum og svo má ekki bjóða okkur forrétt og eftirrétt og svo ef maður segir nei, þá fær maður svona, ok, nískupúki, eitthvað svona. Ég er enda að segja alltaf já til þessu eftirréttum. Að þú ert gráður. Að því ég er svolítið gráður, en segi eins og að nei yfirleitt til fordrykkjum. Já, akkurat. Og þú veist, það er nú sjaldnast sem menn fara að fá sér eitthvað fordrykk, forrétt, aðalrétt, eftirrétt og svo bara einhvern vindil í konjakstofunni. Já, en það er til fólk, sko. Já, það er til svona fordrykkur. Fordrætti kannski að gefa út bíl. Nei, og ég ætla ekki að fara að klára hana bara. En já, þetta er svona, það geti verið gallinn, sko, en mér skilst að sé eitthvað þjónustugjald inn í reikningum hérna heima, en getur það ekki verið? Já, ég veit ekki, við erum konur svolítið langt út á einhverja neytendabraut. Ég ætla að spila annað lag sem að þú vildir heyra. Já. Það er eitthvað við þetta lag líka. Þetta er miklu uppáldið þetta líka. Love the way you lie. Because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Love the way you lie heitir þetta lag og er spilað sérstaklega fyrir þig, Kristján Sturla. Takk fyrir það, Björn. Næstu uppáhaldslagið, þetta var það ekki? Jú, eftir This Is Love, hérna það ekki? Með Will.i.am. Herðu, hérna í gær í þættinum, þá vorum við með skemmtilega keppni, eða leik, eða kostningu heitir það, á verst klædda Íslendingnum. Og það var bara, þú veist, ég hef aldrei síðast annað eins rúst. Það var bara allir sem hringdu inn, sögðu að Rikki G. Útvarpsmaður FM væri verst klæddi Íslendingurinn bara. Já, ég skil. Og það kemur þér væntanlega ekkert óvart. Nei. Þú hefur séð hann. Ég hef séð hann, já. Og hérna, sko, svo er ég að frétta það núna. Sko, Rikki á að vera hérna á eftir. Og hann bara, sko, nú ringja sinn veikan. Jaha. Já, heldur hann að hafa tekið það? Ég veit það ekki, sko, ennþá. Ég veit það ekki. Nú var ég ekki í gær, sko. Hvernig tók hann þessu? Hann tók þessu, sko... Ég ætla bara að ringja í hann hérna. Ok. Þetta er eitthvað að bregðast á mér. Ég er svo lélugur á þess að taka að það er geðveiki, sko. Bara förum í gegnum þetta saman. Já. Búin að velja númerið. Ég nema ef hann kannski er að skella á mig jafnóðum. Ég ætla að prófa þetta aftur eftir. Ég þarf að fá tæknimann og bara tæknilið og tækniteimi frá símanum. Tækni bara lögregluna. Til þess að hjálpa mér að ringja. En ég er nefnilega bara að veltaði fyrir mig hvort að við hefðum verið vondir við hann, sko, með því að vera að velja þetta, sko. Þetta er ekki skemmtileg titill. Nei, en samt, sko, þú veist, þetta gæti alveg líka verið hvatning fyrir hann, sko. Þú veist, skilur við til þess að bæta sig. Svona jákvæð uppbygging, svolítið. Já, ég myndi halda það. Ég allavega, ef ég myndi lenda í þessu, þá myndi ég fara að taka mig í gegn, sko. Þetta er svona svipað eins og ef maður er með eitthvað í tönnunum eða andfúll eða eitthvað, einhver segir þér, heyrðu þú svona andfúll, viltu ekki fá það tyggjó? Já. Þú veist, segir þú það við fólk, til dæmis? Það er mjög góða punktur, sko. Þú veist, ef einhver er með svona eitthvað og sem að hann klárlega vill fá að vita af, en manni finnst það óþægilegt að tala það. Ég veit ekki, þú veist. Af því að þú ert alltaf að gera viðkomandi greiða, en samt, ég vil alltaf vilja að fólk segja þetta við mig, ef maður kemur heim og maður er kannski svona búinn að vera allan daginn einhverstað. Ég myndi, ef þú verður með eitthvað í tönnunum eða eitthvað, ég myndi segja þér það, skilur við. En svo... Andfíla er samt svolítið svona... Já. Þú veist svolítið eitthvað svona...
Heyrðu, hvað er tyggjó? Já, ég held ég myndi segja bara svona, þú veist, ég myndi ekkert vera að fá viðkomandi skilur til að koma afsíðis og loka herbygginu og bara, heyrðu, við þurfum aðeins að ræða, það er búið að vera mikið, við félagarnir erum mikið búin að tala um þetta, þú ert rosalega andfúll. Ég held að væri meira bara, heyrðu, svolítið andfúll stundum. Bara svona, svona segja þetta casually, sko. Já. Það er mjög góð. Myndir svo, hérna er tyggjó, við erum tilbúin með tyggjóið. Hér er tyggjóbakki sem við félagarnir höfum ákveðið. Fjárfest í. Skal vera með þetta öllum stundum. Kartónatyggjó. En það er kannski, þú veist, kannski er þetta eitthvað vandamál, kannski er gott fyrir hann að fara til tannlæknis eða eitthvað. Já. Annað sem ég var að pæla í Björn, bara með í maður, því hann gleymið því. Í gær var ég að hugsa, ég lendi stundum við því að ég svolítið svona, hvað ég segja, gleyminn á andlit. Og svona. Að ég þegar maður finnst þess að maður er þekking og heilsa einhverjum, en maður kannski gera það ekki. Heilsar þú, ef þú ert ekki viss, heilsar þú alltaf? Já, ég byrjaði á því, sko. Ég gerði það ekki. En ég farin að segja, ef ég sé kunnulegt andlit, og sérstaklega, ef ég mæti augkontakt, og mér finnst þess að manneskjan, þú veist, eins og við þekkjumst, þá segir ég bara hæ. Já, þú segir bara hæ. Ég brosi stundum svona eitthvað, og svona rétt kinka, þannig að gæti, þú veist, viðkomandi gæti hugsað, ok, hann var ekki... Já, ég kannski kinka maður svona kottu sinn. Sælir. Eitthvað svona, skilur. Sælir finnst mér svona svolítið meira casual, sko. Já. En þú veist, ég er ekkert eitthvað... Ég lenti einu sinni í því í Kringlunni að hitta gæja, spjalla á henni svona korter og ég bara vissi ekkert hver það var. En hann, sko, það var augljóst að ég hafði oft talað við hann áður og hann vissi alveg hver ég var og svona, skilur, þú veist, fattaru. Þetta er mjög óþægilegt. Já. Ég lendi í þessu líka einmitt. Já. Og svo viðkomandi sagði við mig bara undan, þú veist ekkert hver ég er. Er það? Já, og ég bara, var búinn að tala kannski í tímindu bara, nei, veistu, jú, ég á nú að vita hver þú ert, sko. Já. Af því ég er ekki, þú veist, þetta er alls snýst alls ekkert það hjá mér eitthvað, þú veist, nú, þetta er bara svona... Þú ert bara ekki með gott minni. Nei, þetta er bara ekki gott, þú veist, en fólk geti hugsað, þú veist, hvað búið er hann, eitthvað... Góðu messi þér. Þykist hann ekki vita hver ég er. Já. En það er ekki tilfellið á þér. Nei, alls ekki, ég bara, og það er svona, núna því ég ætla að fara að gera þetta núna, heilsa öllum bara. Já. Heilsaði bara öllum. Já. Blessaður. Bara öllum sem þú mætir. Ég held að það sé best. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, Léttöl. 3 ferskir smoothie á sumartilboði. Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Þú fær mánaðar aðgang í baðstofuna frítt þegar þú kaupir 3 mánaða kort í Laugum. Sæktum kortið og náðu í appið á hringtorg.is. Vantar ekki bara smá? Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Nýtt frá hraðpenningum. Lán alltaf 120.000 krónur. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Meðlæti. Uppáhalds meðlæti mitt? Pilsur. Bara góðakjöt á grillið. Góði. Alltaf góður. Komdu í keilu á Lebowski bar. Núverandi met er 268 stig. Lebowski bar. Akureyri, höfuðstaður Norðurlands, er mikill skólabær. Hér settu danskir kaupmenn mikinn svip á bæinn í eina tíð og það var sagt að akureyringar töluðu dönsku á sunnudögum. Enda hljómar íslenskan stundum öðruvísi hér en annar staðar. Sumir myndu segja réttari. Notaðu snjallsímann á stærsta 3G-neti landsins til að finna merkilega áfangastaði á ferðalaginu. Meira Ísland með símanum. Þjóðhátíðarleikur Wilsons Pizza. Taktu myndaðinn með Wilsons Pizza og postaðinn á Wilsons appið á Facebook og þú gæti verið á leiðin á þjóðhátíð með 3 bestu vinuðinum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Chasing the Sun með hljómsveitinni Wanted. Það held ég að margir séu að gera þessa myndir elta sólina. Og til okkar Kristjáns er kominn góður gestur sem ég veit að hefur elt sólina aðeins. Ásgeir Kolbeinsson, vertu velkominn. Já, sæl drengir. Stór vinur þáttarins. Já, svona líka. Já, og meiri vinur FM95 heldur en FM95 Blöð. Já. Er það ekki? Jó, miklu meira. Yngri og betri útgáfa. Veist þetta að vera myndir hérna upp á veggjum af öllum sem kom í þáttinn. Það væri svolítið flott. Já. Það væri enda mjög gott, sko. Það bara koma svo margir. Já, það væri bara mjög mikið að mynda. Já, eða bara hafa
bestu gestina, sko. Já, kannski. Við höfum alveg fengið gesti sem að, Við viljum ekkert hafa það búið vekk. Við viljum bara ekki hafa það. Nei, þetta er allt frábært fólk. En hvað syngur þér, Ásgeir? Bara ljómandi. Er það ekki? Jú, það er bara nákvæmlega þannig. Hvað erum að vera hjá þér þessar myndir? Ertu búin að vera í fríi eitthvað? Nei, ég er svona, það sem ég vinn svona eiginlega hjá sjálfum mér. Já. Og eiginlega bara fer ég svona, kannski lengi helgarnar, eða bæta þess við, en aldrei svona, ég fann í frí 2 vikur, 3 vikur, sjáumst. Einmitt. Þannig að þú getur svona yfir árið þegar þú ert ánið þreyttur, þá getur þú tekið 1-2 daga svona hér og þar. Já, það er meira þannig. En þú gæti tekið bara ársfrí og það myndi enginn skamma þig? Þannig, ég veit ekki hvernig það kemur út, sko. En hann er náttúrulega með margt í eldinum, það er erfitt fyrir hann að taka ársfrí. Nei, ég segi svona, ég menna að maður að vinna sjálfur. Er það ekki? Þetta er ekki allir eins og Öddi, sko. Bara í frí og heyrist ekki í þeim, sko. Öddi er nefnilega svo fyndinn, sko. Nú er ég að leysa hann af, sko, í 3 vikur. Þar, sko, þar á undan var, sko, bara vika sem hann vann og þar hafði hann verið í vikufríi. Svo var hann í einhverjum tökum erlendis. Sko, hann er í fríi svona hálft ár á móti og vinnur svona hálft ár. Já, finnst það líka bara sjálfsagt. Og það er ekki eins og hann sé að vinna heilan dag, sko. Hann er sem útvarpsþátt sem er 2 tímar á dag. Já. Þetta er ekki, hann vaknar ekki klukkan 8 á mótnana og er búinn klukkan 6. Nei. En ég menna, við viljum ekkert að hrauna yfir Ödda, skilur. Nei. En hann er ekki þinn típiski svona duglegi sveitastrákur, sko. Nei. Ég hefði gaman að vita hvernig það var samt á króknum á sín tíma, sko. Hvort hann hafi ekkert unni svona 8, 6, 9, 5 vinnu eða eitthvað, sko. Já, það er eins og þessi gæjar allir, sko, hann og Sverrir, þetta er allt bara eitthvað, voru bara eitthvað í tölvuleikjum og eitthvað svona, þetta er ekkert svona... Nei, það talar líka aldrei þetta. Þetta er svona einhvern veginn svona leynd yfir þessu. Hvað gerðu það á króknum? Maður veit ekkert þá, sko. Ég veit það. Fínt, sko. Einmitt, en strákar, sko, Ásgeir, þú ert náttúrulega mikill kvikmyndaspekulant. Já, sko, ok, ekki spekulant, en þú ert svona búinn að vera vesenast í... Akkur stendur Nilli hérna bara? Allt of seitt. Þau eru utan hljóðinni. Nilli, viltu koma inn? Það bjóðan minn? Já. Hvað er Nilli? Ég gáði hvort þessi mæk hérna virkar, annars þarf ég örgulega kalla út tæknilega lögregluna til þess að prófa að setjast hana. Prófa að tala í mækinn. Halló. Heyrist þið þér? Ég held... Jú. Þetta er fínt. Nógu gott. Nilli, þú ætlaðir að koma hérna fyrir 43 mínútum. Já. Hvað gerist? Heyri, það segi ég bara undir 4 augu. Ok. Líka flitt, lögreglunni. Já, nákvæmlega. Hérna, við ætlum hins vegar, sko... Hvað blóð er þetta á endanum? Akkur eftir flybus jakka. Herri, ég vinn hjá Reykjavík sem kynnisverðum. Já. Sem teikjuð er. Ert þú gaurinn með mækinn hann fremst í... Þetta er Hallgrímskirkja, þetta er eitthvað... Þetta er svoleiðis, eða? Nei, ég er ekki gæt. Ég er svona afgreiðslumæður. Hvert ert að fara með liðið? Herðu, ég er farið með liðið í Norðurljós. Ég held að hann heyrist vola takmarska í honum, Björsi. Já, fara alveg hérna í gráamækinn, sko. Halló? Já, þetta er betra. Það er ekki. Svo að ég vinn hjá Reykjavík sem kynnisverðum. Og við förum í rútur í Norðurljós og svo framvegis, sko, vettuna. Gullna hringin og eitthvað svona. En ég fer aldrei með. Ég bara seli þetta. Og hef gert það í 6 ár. En þú hefur samt farið sem leiðsögumaður? Já, í Norðurljós. Og hvað ertu þá að segja við liðið? Ég sagði þeim frá Keflavíkursamningunum. Og það þegar við fórum í Reykjanesbrautina. Svakalega upplifun ef það verið fyrir. Er ekki erlenda ferðamenn. Krakkarnir er alveg bara, þú veist, eru ekki trilltir í að heyra Keflavíkursamningin? Krakkarnir? Lítur að vera. Þetta voru Þjóðverjar og Bandaríkjamenn, jú. Já. Þetta er náttúrulega samningur sem allir þekkja. Getur eitthvað tala við þetta lið, Nilli? Já. Já, við sungum, stóðum út í Tungsljósi og ég veit ekki hvað. En þú ert ekkert besti söngvarinn? Nei, það er rétt. Viltu ekki okkur tóndæmi að stóði út í Tungsljósi? Nei, jú. Bara smá? Að pröfa? Já. Stóði út í Tungsljósi, stóði út í skó. Ok. Þetta var fínt. Þetta var alltaf leið. Þetta var betur en ofta. Sér líka getum alltaf sagt við útlendingarna svona á að syngja þetta lag. Já. Veist, það syngja ítla, þetta er svona. Þetta er öðruvísi á íslensku, sko. Þetta er bara partur af programmið. Já. En þú, Ásgeir, þú syngur. Stóði út í Tungsljósi á þýsku, hvernig ætla það sé? Í stehe eitthvað. Ég var í frönsku í mennskóla. Já. Sama segi ég. Je m'appelle Christian. Tungl eru eitthvað lúnar, sko. Af því að lunatic, sko, það þýðir beinþýtt að vera tunglóður, sko. Looney Tunes líka. Þannig er það. Looney Tunes, já. Herru, sko, ég ætla að fara með ykkur í spurningkefni. Ég ætla að henda samt í eitt lag áður en við förum í kefnina. Af því að, sko, við þurfum aðeins að endurraða hérna í... Þetta er nýjasta frá... Þetta eru ljúfur tónar hér í FM 95 Bjö. Ég heiti Björn og verð með ykkur til klukkan 6. Hjá mér eru þeir Níels, Kristján Sturla og Ásgeir Kolbeinsson. Þetta er rándýrt line-up. Já, gaman að þessu. Þetta er allan ekki ódýrt. Nei. En við erum að fara í spurningakefni.
sem fyrir Kristján og Ásgeir. Nilli, þú eru að vera stigavörður og tímavörður. Ég er frekar stressað fyrir þetta. Já, ég er mjög stressað. Maður settur á punktinn, sko. Já, ég verður að stilla manni hug með þetta. Þið hafi gefið ykkur út fyrir að vita meira en allir Íslendingar kvikmyndir, þið tveir. Og skeri hérna komin á netið. Það er bannað, sko. Nei, ekki á netinu. Þetta er lauflétt keppni. Nei, Kristján, þú skrifað gagnrýni fyrir kvikmyndir og Ásgeir hefur stýrt kvikmyndasjónvarpsþætti. Ég geti gjörsamlega rústað trúverðarleikanum hjá mér núna. Já, það er bara sama hér, sko. Nei, það er gaman að þessu. Það er ein og ein mynd sem að, sko, þú veist, maður hefur ekki séð, fattur, og þá bara veit maður ekki, það er allt í góðu líka. Ég ætla bara, láta ykkur fá sig ykkur spurningarnar. Ég hef ekki notað þessa bjöllu í þetta. Jú, en hún gegnir engum tilgangi, sko. Herru, hvor ykkar vill byrja? Þú ert á undan í stafrunni. Já, reyndar. Ok, Ásgeir byrjar. Ef að hafa þetta þannig að svarrétturinn fyrir yfir, ef viðkomandi getur ekki? Já. Má maður spyrja Nilla, fá eitt tækifæri til spyrja Nilla? Já, spyrja salinn. Spyrja salinn. Ok. Herðu, Ásgeir byrjar. Tom Cruise varð 50 daginn. Hvaða mánaðardag á hann afmæli? Já, 3. júlí. Það er rétt. Rólegur. Herðu, það er eitt stig fyrir Ásgeir. Kristján, hvað hét fyrsta eiginkona Tom Cruise? Fyrsta? Já. Bara Nicole... Byrju. Þetta er bannað, sko. Ég man bara eftir Nicole Kidman. Nei, þetta er einhver, Það er rámt, Kristján. Kannski að hjálpa honum. Ég var að hjálpa honum með þetta. Þetta segir hún ekki til kvikmyndar kunnáttu, skilur. Ég veit ekki hvað þú hefur að gera að skrifa einhverjar gagnrýni, sko, ef þú veist ekki þetta. Ég gef þetta frá mér. Ég man þetta ekki alveg. Þetta er svona einhver leikona sem ekkert rosalega þekkt í dag, einhvern veginn, lítil dökkarð. Fyrsta konan sem hann giftist. Fyrsta konan í Bandaríkjunum. Þetta er eiginlega bara svona, þú veist, hún og Tom Cruise bara svona, nei, þetta er ekki alveg að passa saman. Ég tel mig vita þetta. Já, ég held þú vitir þetta. Ég er bara svo stressaður, þess vegna vitið Viltu segja það? Já, er það ekki þarna, dökkar að sæta þarna, heitir hún ekki Penelope Cruz? Nei, út núna. Þessi kona heitir Mimi Rogers. Já, það var alveg að koma. Herðu, þá er komið að Ásgeir aftur, það er 1-0 fyrir þér, Ásgeir. Hver lék, þetta er á Tom Cruise nótum, en ekki reyndar Tom Cruise. Hver lék Iceman í Top Gun? Hver lék Iceman? Hvað er þetta, maður? Þetta er nú mynd sem þú séð. Top Gun? Já, ég veit það, sko. Þetta var hann Það er ekki svo að segja eitthvað stóri í dag, sko. Jó, eða svona. Já. Hann er alveg stór. Var þetta hint? Ef var ekki að gefa Kristjáni svarréttinn? Iceman, það er mjög langt síðan ég sá þessa mynd. Já. Var þetta ekki bara hann leikari hérna? Jú, þetta er hann. Þetta er, skal ég segja ykkur, Val Kilmer. Já. Já. Stráka, það þýðir ekkert að gera þetta alltaf, eða ekki viti ekki eitthvað. Hann var alltaf að gera svona með blýjantinum, ég ætlaði alltaf að æfa mig á því. Já. Ég gerði það aldrei. Ég var ekki næst að fara að segja Val Kilmer, sko. En hann er, að því þú spörir, hann er ekki stór í dag. Hann er svona 160 kíló í dag, Val Kilmer. Það var hintið mitt, sko. Já. Kristján, sá sem lék Guth í Top Gun, gerði síðar garðinn frægan í vinsælum sjónvarpsþáttum. Hvaða sjónvarpsþáttum? Já. Okkur finnst mér svo að sé bara óðavaktin, ég veit ekki okkur. Það er rétt. Já. Það var Anthony Edwards. Það var eiginlega hann sem var að meina á það sem sagt, sko. Ég tók hann sem Iceman mitt, ég var að hugsa hann, sko. Hann hitt Goose og ég Tom Cruise, hann hitt Maverick, eða ekki? Nilli, þá standa stíðin hvernig? Það er búið. Nilli, það er 1-1. Stíðin standa þannig að það er 1-1. Já, ok. Þurfum ekki að fara í bráðbana? Nei, þetta er ekki búið, sko. Jú, þetta er orðið. Þetta er ekki bara jafntefli, það er ekki bara flott. Herru, hvað er engin mennar þetta? Ásgeir, þú var næsta spurningu. Fyrir 10 árum kom út bíómynd með Britney Spears í aðalhlutverki, en hún er með 2,9 í einkunn á kvikmyndavefnum IMDb. Já. Hvað heitir myndin? Og hún hét Fyrir 10 árum? Hún hét sama á lagið þarna eða eitthvað, þetta var eitthvað djúr. Þetta er svo lakur árangur í okkur. Nei, hún hét hvað er aftur? Herri, þetta er að koma, þú voru aðeins Það er við laga. Spurði salinn? Nei. Nilli veit ekki neitt. Já, Crossroads. Já, það er rétt. Crossroads er rétt. Crossroads. Vá. Það er rétt. Það er 2-1 fyrir Ásgeiri.
þá fær Kristján spurninguna hver leikur aðalhlutverkið í stórmyndinni LOL sem nú í bíó? LOL? Já. Það ekki, okkur finnst mér sem Miley Cyrus í þetta? Já, það er hún. Er það hún? Það er rétt. 2-2. 2-2, strákar. Herru, þá komið að spurningunni fyrir þig, Ásgeir. Hvað heitir gírafinn í Madagascar-myndunum? Gírafinn, hann heitir, byttu. Viltu spyrja salinn? Það er með góðan sal, reyndar. Já, það reyndar hérna... Já, má ég spyrja salinn? Já, Lili, rétt honum mækinn. Er þetta ekki sonið þinn, Ásgeir? Já. Það er hann Melman. Það er Melman. Þetta er sonur Ásgeir sem svarar hér fyrir föður sinn og það er rétt hjá honum. Já, við förum með kvikmyndaspurningar á kvöldin. Já, Kristján, þú þarft að svara þessu rétt til þess að jafnan. Hver talar fyrir sebrahestin í Madagascar-myndunum? Herðu, er ekki hérna... Kristján. Hann hérna... Vá, ég man ekki hvað... Ég leikur í Meet the Parents eða... Það er ekki rétt. Það er ekki benstil. Það er Chris Rock sem talar fyrir sebrahestin. Hvernig mátti ég ekki fá svarrétti? Sorry, þú ert búinn að vinna, Ásgeir. Vinna? Já. Ég fekk aldrei... Ef þú er... Ég er heiður að tapa fyrir. Ef þú hefði haft fyrir því að eignast barn, þá hefði getið komið með það og það hefði getið hjálpað þér með barnarspurningarnar. Nákvæmlega. Þú klikkaðir á því, Kristján. Ásgeir mætti vel undirbúinn. Vel undirbúinn? Mætti með son sinn sem að tryggði föður sínum sigur. Þetta var mjög dramatískt. Þetta var mjög dramatískt. Ég var með hjartasló hratt allan tíma. Já. Herru, hérna, ég ætla að halda þér í nokkra mínútur viðbót, Ásgeir, af því að hérna, ég ætla að plata þér til þess að þú náttúrulega ert höfuð og herðar hérna á skemmtistanum Austur. Jú. Og við ætlum að gefa þér ekki flöskuborða eftir. Ætla að gefa mér? Nei, gefa einhverjum. Já. Er það ekki? Væri það ekki sniðt? Jú. Fyrst ætlum við samt að fá nokkur skilaboð. Sumarleikur með og skráðu þig á heimasíðu FM. Sumarleikur FM 957. Farð á netið ef þið langar eitthvað búst. Taktu flugið, spurningin er bara kúst. Taktu flugið, það er nettilboð í dag með Flugfélagi Íslands. Taktu þátt í vegabréfaleik N1 í sumar. Safnaðu stimplum og lærðu að þekkja farfuglana. Fjöldi glæsilegra vinninga og glaðningar fyrir duglega stimplasafnara. Stimplaðu inn í sumarið með okkur. N1. Meira í leiðinni. Íslenski boltinn rúlar á lengjunni í sumar. Ukt á spennuna og leiktu með þeim bestu. Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum 3. til 7. ágúst. Framkoma Múkisson, Botleðja, Páll Óskar, Jón Jónsson, Dope D.O.D. og Bubbi Mortens. Náðu þér í miða á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum, lífið er yndislegt. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið föstudaginn 13. júlí. Ágætu landsmenn, það er föstudagurinn 13. og alveg hryllilega góð grillspá. Endum fólki á að marinera allt sitt upp úr hvítlauk, viljum ekki að vampíra læsi tönnunum í lærisneðarnar. Þá er gott að hafa stikur, silfur og krossa við hendina og þeir sem ætla að grilla eitthvað skelfilega gott inn í dimmum skógi, gömlu geðsjúkrahúsi eða yfirgefnu húsi eru beðnir að hafa varan á. Góða stundir. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. Lili, Já. 10 gigabæt. Já, 10 gigabæt. 500 krónur. Já, 500 krónur? Já. Hvert er eiginlega að fara með þessu? Nú út allt. Þetta er niðurhald á stærsta 3G-neti landsins sem er nánast út allt. Hvert ert að fara? 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Tal. Svona á samband að vera. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957.
Nei, Hér er gaman. Já, það er gaman hér í FM 957 á þessum föstudegi. Nías, Kristján Sturla og Ásgeir Kolbeinsson. Þetta lag heitir Hot og er með Inna og þetta er leiðilegasta lagi sem ég hef spilað þessari viku. Þetta er alltaf eins og það endar aldrei. Hvað segir hún? Fly like you do it like a woman. Já, eitthvað fleis. Fljúðu bara eins og kona. Það eru góð skilaboð til hlustenda. En við... Nú, hvað hlátur skrýnir í ganginu? Ég veit það ekki, sko. Það kom að geta dressir inn. Já, en það er það ekki óþarfi. Herru, við ætlum að gefa hérna vinning, Ásgeir. En sko, þið eruð eitthvað að meta hvernig fólk getur unnið sér inn þennan vinning. Já, vorum eitthvað pælir. Það þarf að meta, sko. Gefa flöskuborð á austur. Já. Þannig að það gefur auðvitað að manneskjan sem maður hringir inn þarf að vera 20 pluss. Já, smirn á flöskuborð, ég var þannig. Og það þýr ekkert að hringi inn eitthvað svona bara... Má ég fá óskalag? Já, eitthvað svolítið. Við langar eitthvað ógeðslega, eitthvað svona... Geturðu spila Bieber? Nei, ekki svolítið. Það þarf að vera eitthvað, veist, það er eitthvað ammali að þú vilt koma vinkonuna, vin og óvart eða eitthvað með þessu. Alltaf þýr ekki að koma óvart, það er allir að hlusta á hana þátt, allir. Já, en ef það er einhver sem er bara rosalega drikkveldur og þyrstur í kvöld. Já, bara byrjaður með hennar. Já, ég... Þú veist, ef að Öddi ringir, skilur? Nei. Ok. Hefur þú séð Ödda niður á austur? Sko, við nefnilega vorum að pæli í föstum lið hérna, ég hef séðan á Íslandi, vorum að pæli í föstum lið í þættinu sem var að ringja á svona skemmtistaði og svona spilastaði í borginni og reyna að finna Ödda, svona meðan hann er í frí, sko. Já, það er mikla líkur á því að myndi hernast. Já, ef að taka einn hlustanda, þið metið þetta í sammenningu. Ok, það kom það komið sér fyrir okkur. Bara. Lili, ætlaðu þú ekki að vera? FM 95, Björn, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir maður þá? Það er einn hress komin á línu núna. Já. Er það ekki? Hvað er verið að gera? Herru, ég er að mála hérna. Að mála? Ok. Hvað er það að mála? Mála bæinn rauðan? Herru, einmitt, mála bæinn rauðan. Já. Nei, ég mála bara hvítt. Allir hafa áhuga bara að mála hvítt. Það er það málið? Það er líka svo fasjón, sko. Í dag. Já. Það þorir enginn að taka áhættur? Nei, nákvæmlega. Herru, ég var alveg að heyra þetta frábæra hugmyndi okkur að gefa hérna borð á austur. Já. Þetta var alveg snill fyrir mig að fá konuna til að fara með mér út. Já, ok. Og allir að sitja bara tvö og þamba heila flösku eða? Ég held þið þurfa að taka einhverja vini með, sko. Þau þurfa alltaf að vina fólki með. Já, ok. Eru þau skemmtileg? Nei, eru hundlegilega. Já, einmitt. Það heflaði nógu fulltilega það verði nokkuð skemmtileg. Já, ég skil þig. Það er enda mjög góða punktur. Já. Þetta er líka rímaði svo vel að vera búin að mála í dag og mála bæinn rauðan í kvöld. Já, nákvæmlega. Málari. Voru að pæla að kíkja þá í kvöld eða? Já. Mér líst svo vel á hann. Já. Góður líka. Og vínalega rödd. Já, svona, vínalegur sko. Rómantík og kærleikur. Já, rómantík og kærleikur. Já, það er virkað að segja. Það er alltaf gaman að gera vel við konuna sína, sko. Það er það ekki? Jú. Það er alltaf gaman að koma nóg. Já, nákvæmlega. Já, skan, ég ætla að fylla því í kvöld. Já. Það er svolítið romantískur að flöskuborð austur. Hvað er blómin? Nei, ég ætla að fylla því í kvöld. Þú veist hvað gerist þegar ég er fullur. Það eru börn að hlusta. Herru, hvaða upplýsingar þarftu Ásgeir um hennar mann? Eða fær hann ekki samþykkið það? Jú, ég held það. Já. Til hamingju. Hvað heitir Ég heiti Daði. Hvað heitir þú? Daði? Daði, já. Nei, ekki Daði sem var hent út úr síðust ekki. Nei, ekki það. Nei, herðu, Daði Ingvarsson. Ingvars. Daði Ingvarsson. Má ekki bara króta þetta hérna nöður? Jú, Daði Ingvarsson. Úps, það veist kannski ekki neitt. Daði Ingvarsson. Herðu, þú mætir í kvöld. Já. Og það verður ekki vel á móti þér. Glæsilegt. Nei, það ekki. Hvernig geti einhver annar komið og sast bara að hitta Daði? Jú, ég held að hann náttúrulega bara sýnir skilíki. Ég skal bara taka skilíki með mér. Já. Hvað ár ertu fættur? Það eru 77. 77? Það eru skilíkinn 77, þannig að þetta er allt á hreinu. Þetta er allt á hreinu. Já. Herru, takk fyrir þetta Daði og takk fyrir að ringja. Takk. Það var bara nokkuð gaman. Þetta var mjög gott. Nú ertu múin að gleðja einhvern fyrir helgina. Já. Líka almennilegu kall. Reglulega. Ef að gefa annað kannski? Jú, ef þú vilt. Viltu það? Já, þetta var svona gaman. Skemmtilegt. Þetta er gaman hverju hérna á... Algjör spreðar Ásgeir. Já, ég vil vera með Ingvar líka hérna þegar tæknimálinn fari í rugg, sko, þá... FM 95 Björn, góðan dag. Hæ, ég skal spá. Já. Get ég fengið óskalag? Ná. Hvað hlusta á Justin Bieber? Vel gert. Hvaða lag? Bieber er One Direction. Þú hefur fundið þetta aður á það. Já. Það er svoleiðis. Já, ég ammæli, sko. Er það? Þetta ammæli, sko. Hvaða lag viltu? Ég vil fá hérna Boyfriend. Boyfriend með Bieber. Með Bieberinn, já. Möndur stundum vilja Bieberinn væri þinn boyfriend?
Já, ég vildi það ógóð mikið. Hver myndi það ekki? Ógóð mikið. Herru, við tjekkum á því. Hvort náum pínu eftir. Takk. Love you, bye. Þessi var... Ég var búinn að spá þessu. Já, þú varst að spá þessu. Já. En ég heldur endur hún hafi verið að grínast. Heldur það? Já, er það ekki? Ég held hann að hafi komist alveg. Tjekka á hvort Ég held það. Já. FM 957. Góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir, er þetta ekki á flöskuborð? Já, heldur betur. Hvaðan ert að ringja? Ég er bara leiðin á Selfoss. Á Selfoss? Já. Hún er ekki að miskilja þetta. Þetta fara austur sem stangaði það. Já, ég er bara austur. Já, við erum að tala austur skemmtistæðin sem í Reykjavík, sko. Já, það? Já, við þarfst ekki að fara austur til að fá flöskuborð, sko. Nei, ok, en ég komst alveg til Reykjavík aftur í kvöld, sko. Það? Já, hvað er það að gera á Selfossi? Ég á heimkvöld, sko. Ok. Og ætlaðu að koma aftur í bæinn, eða myndur þú bara sérstaklega að koma í bæinn aftur, eða? Já, menn maður getur alltaf gert eitthvað með vinkunum sínum. Já, þetta er dedication. Og ég drekk ekki og mér langar ótrúlega að bjóða þeim í glas. Já, meina. Það er það samt. Já, ok. Það er svo mikið örlæti í gangi, sko. Það er rosalega mikið örlæti. Það er bara gott fólk. Ég hef aldrei drukkið og mér þannig ég er ekkert mikið í að bjóða í glas, sko. Þannig að ég get alveg gert það, sko. Já, ég skil. Máttu margar góðar vinkunur sem að þið langar að vera góðið? Já, það verður alveg gaman, sko. Áskil, þú hatar ekkert að fá nokkra frængur frá Selfossi og svona. Þetta bara, mér finnst þetta aðeinslegt. Það er ekki? Búðarlega fólk í einhverju góðu skapi. Já, það er sumar örlæti og kærleikur. Já. Hvað ætti að hlusta á henni í bílnum? Hvað er þau? Ætti að hlusta á eitthvað annað en okkur, eða? Nei, það er bara læti. Það er bara læti? Hún er hlæjubíl. Ákvæmlega. Herðu, hvað heitir þú? Ég heitir Hólmfríður. Hólmfríður. Já, Erna. Hólmfríður Erna. Já. Ok. Og hvenær erst þú fædd? 1989. 1989? Já. Já. Herðu, þú mætir með skilríkinn í kvöld. Já, takk fyrir. Og það býður ykkar glæsilegt flöskuborð. Takk hérlega. Glæsilegt, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir. Já. Þar hafið það. Nú erum við búin að gleiða tvo. Þetta er rosa, ég meina, myndið þér hingja inn, veist, svona, leggja á ykkur, bara, veist, drekki ekki sjálf og farið samt í henn að pakka. Þetta er örlægt. Það fyrir eftir fyrir hvernig það væri, sko. Ég myndi gera fyrir þig. Já. Ég myndi ekki gera fyrir Nilla. Nei. En Nilla er líka ekki orðin 20 ára. Þú mátt ekki drekka, Nilli. Það er rétt. Ég drekk ekki. Herru, þetta er helviti gott. Ásgeir, það var frábært að fá þig. Já, frábært að koma. Það er mikið með sigurinn á það. Já, takk fyrir það. Tala að mikið þið feðgar með sigurinn á það. Já, þetta var mjög skemmtilegt. Já, feðgamoment. Falleg stund. Hvernig er þetta í næstu viku? Hvernig mæti ég þá? Bara á föstudaginn. Á föstudaginn til viku? Er það ekki? Ég verði hérna næstu 2 vikur, þannig að ég er alltaf tilbúin að taka á móti góðan gestum. Já. Og sko, þetta lag sem ég ætla að spila núna, In a Little While, þú kemur til mín In a Little While. Vá, þetta er það. Góða helgi, Ásgeir. Já, góða helgi. Ef þú ert heppinn ef þú að fara með okkur á tónleika í London 7. september með Lady Gaga og má bjóða einum með þér. Hversu magnað er það? Dregið verður út 17. ágúst í beinni útsendingu hér á FM 957. Tónlist.is, gamanferðir, Vá Air og FM 957 á tónleikum með Lady Gaga í London. Nú ætla ég að segja þér frá alveg einstökum nýjum bíl. Bíl sem á sér engan líkan. Hann mengar lítið, getur verið nær hljóðlaus og eyðir ekki nema 3,5 lítrum á hverja 100 kilometra í blönduðum akstri. Ég kynni til sögunar Yaris Hybrid, sparneytnasta, hljóðlátasta og umhverfisvænasta Yaris til þessa. Sjáðu borgina þagna, Toyota. Veldu þér 2 vikur í sumar og fáðu 7 króna afslátt með orkulyklinum og staðgreiðslukorti Skeljungs hjá Orkunni og Shell allan þann tíma, út allt land. Orkan. Ef þú finnur ekki eignina á fasteignir.is, þá er hún ekki til sölu. Fasteignir.is eru á vísi. Lee Stafford-vörurnar My Big Fat Healthy Hair fyrir stærra, þykkara hár með meiri fyllingu. Lee Stafford-hárvörur sem fást í Hagkaup og Fjarðarkaup. Vissið þið að smálum kredi er fyrir kóð? Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredi, einföld þjónusta. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðina á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota.
Árið 1909 kom Ford T fyrst á götuna. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. N1 setur fjölvirk bætiefni í allt eldsneyti. Það tryggir meira afl, minni mengun og hreinni vél. Það ekki sama hvar þú fyllir á tankinn. N1, meira í leiðinni. FM 95 blöð á FM 95. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Þemalag fyrir eitthvað ólympíuleika eða heimsmeistaramóti í knattspyrnu eða eitthvað leis. Þannig til þessi álfa autotune-kabli kemur hann í lokin. Nili, þú mættir 43 myndum og seint, þannig að við náðum ekki að tala nógu mikið við á hann. Nei. Og þáttur nú alveg að vera búinn. En sem ekkert stress. Nei, ekkert stress, en við vildum svona, sko, það sem við vildum helst vita hvernig, þú fórst í mikið átak með mér í vor. Í þættinum okkar, 10. kynslóðin. Ég hef nú ekkert hitt þig bara í, 2 mánuði eiginlega. Já. Ertu búinn að vera eitthvað að stunda líkamsrækt síðan? Ég er búinn að vera rosalega langt við það vegna eins og til dæmis í gær, 50 dagur. Þá var ég að ljúka við 10 daga törn þegar við umframistuð. Já. Bara samfellt bara. Já. Engin tími til að gera neitt. Nei, og fyrir það var ég í Danmörku. Já. En þú veist... Það hljómar svolítið svona eins og afsökun. Þú veist að þú hefur ekki tíma fyrir heilsuna. Hefur heilsan þá eitthvað tíma fyrir þig? Nei, ég efast það. Já. Þannig að þú ert ekki að sinna ræktinu? Nei, ég verð að viðurkenna það og mér þykir það mjög leiðilegt vegna þess að þetta var alveg gaman. Ætlar að mæta til leiks í haust feitur? Já. Nú? Nei, ekki feitur. Nei, ég ætla að mæta samt til leiks. Já. Þú lítur nú samt alveg vel út. Já, ég er nú bara aðeins að stríða þér. Þú lítur feikið vel út og náður mjög fínum árangur í vetur. Ég er stoltur af þér. Þakka þér, Björn. Mjög stoltur af þér. Þér að þakka. Tekur þér líka vel út í þessum rútubílstjórajakka sem þú ert komin í? Já, mér líður afskaplega vel nýr og umframbestu, sko. Er það ekki? Jú. Það er átta heima. Það er mitt annað heimili. En hvað svona ertu búin að vera að gera í sumar? Heyrðu, bara vinna. Já. Og vinna. Fórst með mömmu til Danmörkur? Já, múttu til Danmörkur til að hitta mín kusine í Ballerup. Kusine í Ballerup? Ok. Flottu danskur heimur hjá þér? Það er góð dansku það? Já, ég snakker meget god dansk. Meget. Ég veit að það eru einhverjir danir sem að hlusta að skjóta útvastæki sitt í spaða núna. Ég veit pælinn daginn, maður sé alltaf L á eftir hverju einst danska, þú veist, það var alltaf eins og maður sé eitthvað rosalega góður í dansku. Skal du gå ud eller skal du gå inn eller... Já, alltaf eða, þú veist, það er mjög góð leið til að þykjast að vera góður í dansku. Eins og sænska, þegar þú segir sko já, þú segir bara já, það er sænska, en svíjar bara, professional svíjar, það er ekki jóðið. Já, það er eins og dansklega, svona bara Já. Og það er að þetta skal þú eitthvað svona. Jæja, þetta er orðið ágætt. Hérna, við eigum hins vegar eftir að gera uppáhaldið mitt og það verður síðasta verku vikunar og það er að fara í sumarleikinn. Sumarleikur FM 957. Við sláttum eins og maður sé að takast á loft. Já. Þetta er algjört partí þegar sumarleikurum byrjar. Það mætti vera niðurtalning og svo bara... Já, setningin er kallt og ringlað krækiber í helvíti. Já. Hvernig gastu muna þetta? Það er rosaleg setning. Já, ég dauðsé eftir að við höfum valið þessa setningu þannig, sko. Sá sem við ringjum í, eða sá eða svo, þarf að svara kallt og ringlað krækiber í helvíti og þá fær við komandi 2 miða í rafting frá Arctic Rafting. Stemmir. Og hvað? Pítsuveislu frá Dominos. Pítsuveislu frá Dominos. Þannig að þú getur farið sattur í smá adrenalín. Já, ég mæli mig að gera þetta öfugt samt. Fara fyrst í rafting og fá sér svo pítsu. Já, Hæli maður í bátinn og hnakkan á hvernig sem sittur fram. Sjóveikur. Herru, hvernig er það að hringi? Herru, hún heitir Aldi Stella sem við ætlum að hringi í. Aldi Stella. Og það sem við erum náttúrulega bara með svakalegt svona styrkleikastiga á þessu. Það ætla að setja einu sinni viðbútt. Þetta er kallt og... Ringlað krækiber í helvíti. Kallt og ringlað krækiber í helvíti og við skulum bara bjalla í dömuna. Aldís. Svara Aldís. Ég er svo spenntur núna, sko. Aldís Stella, hún má svara símanniðinum. Svaraðu. Aldís. Svaraðu. Hún er að reyna að muna hvað setningin var, sko. Svaraðu. Kallinu. Tell me. Herru, ef að hringi um annan?
Já, við skulum taka hérna bara... Aldís ekki að svara. Nú svo gáður einhver getur munnað þetta. Já, við skulum taka hérna allavega, prófum hérna eitt viðbót. Ég var reynd að bæla hvort hún heiti Aldís Stella eða Aldís Stella. Já, ég var spæð hvort hún heiti Aldís, eins og Al. Já. Herru, þetta er Hermann Þór. Hermann Þór ég, hvernig varstu lagi? Halló. Nei, Hermann, ekki þetta. Þetta er FM leikurinn. Þú óttir að segja kallt og ringla grækir bara í helviti. Ég ekki með teikt af því. Nei. Hvað á það að þýða? Það er bara... Ég veit það ekki, ég var að koma heim. Já. Velkomin heim. Velkomin heim, takk fyrir þetta. Komast heim að endanum. Takk. Herru, þá eru þið bara búinir í dag? Herru, hann var ekki sáttur. Nei, en það dó eitthvað innra með honum. Hann var líka að missa flottum vinningum og svona. Já, við líka sko, við erum búin að vera allan þátt inn að vera góður fólk og gleða fólk, enduðum að vera vondu við Hermann. Hann endaði eiginlega sem kallt og ringla grækir bara í helviti. Já, og það var það sem vorum að reyna að ná fram í yngvi. Kaldhæðinin í setningunni. Það var útpæl. Það var pínu plotti í þessu. Já, herru, FM 95 Bjö er komið þá í helgafrí. Við mætum hérna aftur til leiks í næstu viku, á næsta mánudag. En við mér tekur Frikki Fríkor og verður til klukkan 9. Takk fyrir og góða helgi. Svaraðu rétt. Sumarleikur FM 957. Alla virka daga frá 7 til 6 á FM 957. Ef þú finnur ekki eignina á fasteignir.is, þá er hún ekki til sölu. Fasteignir.is eru á Vísi. Ertu að elda sólina? Það verður einfaldara með því að kíkja á veðrið í símanum. Gagnamagspakki frá Vodafone er ódýrari en þú heldur. 300 megabæt fyrir 550 krónur. Vodafone. Þetta eru grillveðurfréttir Egils Appelsín. Grillveðrið föstudaginn 13. júlí. Ágætu landsmenn, það er föstudagurinn 13. og alveg hryllilega góð grillspá. Endum fólki á að marinera allt sitt upp úr hvítlauk, viljum ekki að vampíra læsi tönnunum í lærisneðarnar. Þá er gott að hafa stikur, silfur og krossa við hendina og þeir sem ætla að grilla eitthvað skelfilega gott inn í dimmum skógi, gömlu geðsjúkrahúsi eða yfirgefnu húsi eru beðnir að hafa varan á. Góða stundir. Það er Egils Appelsín sem færir þér grillveðrið. Ekta íslensk upplifun. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Heldur betur, Björn Bragi farin úr stúdíóinu. Frikki Fríkor mættur hér í stúdíó FM og við ætlum að fylgjast að. Já, með betur blönduna til klukkan 9 í kvöld. Heldur betur á sem fanta fína föstudegi. Og við ætlum að hafa það hrikalega gott. Hér eru XXX og Rottweiler.